Sjáum hér, númer 1 er Ragnar Ingi Axelsson, númer 4 er Kristján Valdimarsson, 6 er Sigurður Kári Harðarsson, númer 7 er Tómek Leik, 8 er Hafsteinn Valdimarsson, með 10 er Ricardo Mucci, 13 er Leonardo Plaza, 14 Valgeir Valgeirsson, 30 Rafal Bervald og númer 66 er Simon Samosoniak. Já, kíkjum þá liðið heimamanna í Káa. Númer 1 er Antoni Jan Zoravski, númer 3 er Miguel Mateo Castrillo sem er líka þjálfari liðsins, númer 4 er svo Ágúst Leo Sigurfinnsson, númer 5 Marcel Pospiec, 8 er Óskar Fernandes Elís, 9 er Strafko Kaminov, 10 er Mateusz Jelunevski, 11 er Hákon Freyr Arnarsson, 12 Eyþór Þorvaldsson, 13 Gísli Marteinn Baldvinsson, 14 Kristján Már Árnason, 18 Kristófer Magni Magnússon og númer 19 er Ármann Snær Heimisson. Já, áhugaverð helgi hjá báðum þessum liðum. Voru bæði að spila í gær. Káa vann frábærar 3-0 heimasigur á Vestra á sama tíma og Hamarsmenn voru að spila á Húsavík og þeir eru einnig 3-0 sigur. Þannig að hérna eru tvö lið með fullt úr stiga og ekki tapa hreinu. Það er nokkuð ljóst að það mun breytast í dag. Þannig að sjáum hvað setur, þetta verður áhugavert. En já, búið að kynna liðin og við erum þá bara klár í slaginn. Já, mér sýnist það vera Káa sem að byrjar þá í uppgjöf og þá er náttúrulega Miguel Mateo Castrillo sem að tekur hana. Jæja, þá voru ekkert að vanbúnaði, þá voru klári í slaginn og Mateo kemur hér á stað, fyrsti bolti. Flottu bolti og þetta er ásjá Mateo, hörku bolti, poppar hann niður. Sjáum þetta aftur hérna. Kemur Mateo aftur en nú er móttakan betri og aftur yfir bolti hérna frá Tómek Leik en fínu vörn á Káa-liðinu og Mateo með hörku bolta og frábær, algjörlega frábær blokk þarna. Sjáum þetta aftur hérna, Káa-liðið að þjarma að þeim en frábær blokk þarna hjá Leonardo Plaza. Og staðan er því 1-1 hérna. Kemur Rafal Bervald með þessa uppgjöf, Óskar með móttökuna, fær hann alltaf tilbaka, kemur hérna Óskar og frábæra slegið með fram hávörðinni en glæsileg vörn hjá Ragnari. Káa-liðið aftur í að þjarma hérna og kemur betri aðsmars frá Óskari. Nú slær hann línu og klárar þetta vel. Óskar Fernandes Elís. Sjáum þetta aftur hérna, kemur boltinn á Óskar, Óskar slæði línu og þá greinilega bjögust menn ekki við að hann myndi taka línuna núna þegar hann tók snittan fram í hávörðinni á þann. Og Káa-liðið 2-1, kemur Óskar aftur í uppgjöf og hann er að taka á sinn. Já, Ragnar sem er virkilega góður í móttöku. Búinn að fá núna 2 ása á sig. Sjáum þetta aftur hérna. Hörku bolti, erfitt fyrir Ragnar að eiga við þetta. Káa-liðið er mjög vel upplætt hérna, byrjar 3-1 og það er svona skín af strákunum og þeir eru klárir í að leggja þetta Hamarslið. Þetta kemur flottur bolti út á kantinn og Tómek Leik minnka munin í 3-2. Sjáum þetta aftur hérna.
ekki flókið. Nýtir sér áhorfina og sækir sitt fyrsta stig í dag. Staðan þá 3-2. Þá Hafsteinn Valdimarsson í uppgjöf fyrir Hamar. Þetta þægileg móttaka og kemur Matti og hann laumar og þeir bjarga þessu. Vel gert hjá Leonardo. En hérna sláði svo boltan í netið. Og KA komið í 4-2. Og komið að Gísla Martini í uppgjöfinni, sjáum hvað Gísli gerir. Hörkubolti, frábær móttaka og í kjölfarið refsa gestirnir. Sjáum þetta eftir hérna erfiðu bolti en virkilega góð móttaka og boltinn á miðjuna og flottur bolti frá Kristjáni Valdimarsyni, þá hann kominn á blað. 4-3 KA. Hann klikkar uppgjöfin hjá Leonardo Plaza. Staðan þá 5-3. Liðina skiptist á að skora. Stravko Kamenov, en þetta betra frá Ragnari. Boltinn út af kantinn og Valgeir með gott stig hérna. Svo KA hefði ekki alveg reiknað með að Valgeir myndi fá boltan hana. Hún ætlaði ekki klárir á verjastónum. Og Valgeir nýtir sér það. Með sínu fyrsta stigi, 5-4. Kemur Tomek Leik. Hörkubolti, frábær móttaka á Matteus og gefur Matteo hinum megin. Það Matteo boltan aftur, nei, setur hann á miðjuna, en Antoni nær ekki að ýta þessum bolta inn á völlinn, setur hann út. Og staðan orðin 5-5. Hamar með 2 í röð og búinn að rétta metinn. Þetta verður, eins og ég segi, vonandi hörkuleikur sem við fáum hérna í dag. Matteus enn og aftur með glæsilega móttöku sem Matteo og veit ekki alveg hvað hann ætlaði sér þarna. Þetta allavega missettast hjá honum og Hamar komnir í 5-6. Sjáum þetta aftur hérna hjá Matteo. Já, þessi bolti bara frekar mikið út. En það eins og það Áfram Gakk, Tomek Leik og að sjáu þið móttökuna hjá Matteus. Þetta ótrúlegt. Hvað þessi gæi geggjaður. Fín hárið á KA-liðinu og svo kemur Kristján, en hann setur hann í neti og KA-liðið sleppir með skrekkinn og í kjölfarið þá skorar Marcel Pauspits. Já, Marcel nýr leikmaður KA og gerir þetta vel. Fyrir sjálfur í uppgjöfina. Hörkubolti, skoppar netinu, Ragnar nær honum. Og Matteo með blokkina og dettur beint niður. En dæmdur úti, já, sjáum þetta aftur hérna. Já, þetta sé réttur dómur. Gott stig hérna hjá Rafal Bervald. Línu verður dæmdan inni, en aðstoðardómari dæmir hann úti og ég held að sé réttur dómur. Það hafi verið úti. 6-7 Hamar og Kristján Valdimarsson. Það þýðir náttúrulega að Hafsteinn komið í framlínuna þá á móti. Tvíburabræðurnir mögnuðu. Frábær björgun þarna og dæmt svo net á KA-lið. Þetta svekkjandi en réttur dómur. Sjáum björgunin hérna, glæsileg pönnukaka á sunnudegi og sjáum að Matteo fer aðeins í netið. Þriðju mistök KA og það svolítið mikið af 8 stigum. Gefum boltinn á Antoni, en fín vörn hjá Kristjáni. Kemur Antoni aftur, blokkaður af Hafsteini og næstu því
næstum því að Káaliðin á að redda þessu. Óskar Fernandes Elís með frábæra tilraun til að bjarga þarna. Sjáu þið Óskar hérna, hann er ansi framalega nær samt að fara inn að bolta. Alvöru barátta í Káaliðinu en þetta er ekki að falla með þeim akkurat eins og er. Kemur Matthías upp á Óskar, Óskar setur hann yfir. Nú er sensin hjá Hamar, kemur Valgeir blokkaður og frábær björgun. Aftur kemur Valgeir, núna setur hann í hárutuna út. Sjáum þetta aftur hérna. Já, Valgeir að gera vel í þessum aðleiks, komið 2 stig og bara klára sína hluti vel. Þá tekur Káa leikli. Sjáum hérna tölfræðina. 6-10 fyrir Hamar. Þetta er Káaði byrjað vel, það er búin að koma erfið kafli núna. En sjáum það að Hamarsmennir að sækja vel, eru með 5 stig á þessum 10 smössum. En kannski það sem er kannski alvegast fyrir Káa, það eru líka 4 stig eftir mistök Káaliðsins og það er bara svolítið hátt hlutfall. En sjáum hvað leiklið skilar Káaliðinu. Kemur Kristján Valdimarsson fyrir Hamar. Matthías ekki vandræði með þennan bolta, kemur boltin á Óskar, Óskar single blokk en frábær blokk hjá Valgeiri. Hann heldur áfram að eiga virkilega góðan leik hérna. Sjáum Valgeir, single blokk á Óskar en Valgeir les hann gríðarlega vel og gerir hérna sitt 3. stig í leiknum. Matthías er mennskur, hérna missar hann boltan yfir og Káaliðin er ekki að redda þessu. Þetta er stig hjá Hafsteini Valdimarsinni. Og Hamarsmenn eru bara rúlla við Káalið akkurat eins og er. Komið með 6 stig í röð eftir að staðan var jöfn 6-6 áðan. Hildur bróðir hans Hafsteins, hann Kristján áfram í uppgjöfinni. Æja, Strafko Kaminov á Matteo með hörkubolta, Tomek Leik með góða vörn og þeir snúa vörn í sókn hérna og Matteo með frábæra blokk og þessi þetta er inni, já, auðvitað. Góð blokk hjá Matteo, þetta er fyrsta blokkstig á Káa í leiknum. Æja, aldrei spurning með þennan bolta, alltaf inni og Káa nær loksins að höggva hnútinn, 5 stiga munur þá. Ja, aftur frábær hávörn, nú var að Gísli Martin sem er á hávörnina. Káa snýr vörn í sókn, boltinn er upp á Matteo, frábær lauma hjá Matteo. Sjáum þetta aftur hérna. Glæsileg lauma, rétt yfir hávörnina og þetta er Matteo, hann er svo klókur. Kemur Valgeir aftur og boltinn breytir aðeins stefnu á hávörninni. Það er nóg og Valgeir hendur hann að skora. Já, og Valgeir kom inn í afturlínuna með þessa uppgjöf og frábært spil hérna á miðjuna en Hafsteinn nær að redda þessu og Káaliðin hins vegar ekki að redda sínum málum. En ein mistökin sem að Káaliðið gerir hérna. Ég skal nú skrá þetta sem blokk á Hafsteinn, það er skemmtilegra. Já, kemur boltinn á Matteo, já, þessi bolti einhvern veginn stoppar í hávörninni og Ragnar nær ekki til boltans í kjölfarið. Sjáum aftur hérna.
Já, gott fyrir Káa, Matti og að finna fjöluna sína. Þá reyndar akkurat tekur hann uppgjörn út. Káa þá klikka 2 uppgjöfum. Við erum með 2 ása líka. Hamarsmenn eru ekki að pressa jafn mikið úr sínum uppgjöfum. Kemur Óskar og frábær Hávörn. Já, ætlaði ekki verið Hafsteinn sem tók hennar bolta. Sýnist það. Sáum þetta aftur hérna. Jú, þetta er Hafsteinn. Og Káa tekur þá aftur leikhlé. Staðan 9-16 og vantar þetta 1 stig hjá okkur. Og já, Káa tekur seinna leikliðið sitt í þessari fyrstu hreinu. Eftir fína byrjun þá eru Hamarsmenn bara einfallega bara með svör við spili Káamanna. Já, það aðeins meiðsli í Káa-liðinu og það verður áhugavert að sjá hvernig Káa-lið stillir upp þegar allir eru heilir. En það auðvitað engin afsökun fyrir því að vera undir hérna í þessari fyrstu hreinu. Þannig auðvitað spila þeim mönnum sem eru klári hverju sinni. Þetta kemur Óskar, frábærlega slegið hjá Óskari. Gefur sér góðan tíma að lesa hávörnina, sneiðir hann svo framhjá með cross smassi og Ragnar nær ekki þessa bolta. Óskar Fernández Elís minnkar í 10-16. Kemur Óskar, hörkubolti en setur inn í netið og gestirnir aftur 7 stigum yfir, kemur Hafsteinn. Boltinn á Marcel, Marcel slær hann út, þessi úti er einfaldlega ekki að falla með Káa-mönnunum hérna núna. Tíu 18. Stefnir allt í að Hamarsmenn taki þessa fyrstu hrínu. Kemur Gísli Martin, þetta er frábæra slegið hjá honum, algjörlega í hornið. Já, Gísli Martin mikill stemningskall og mikilvægt að Káa-liðina er að kveikja í honum. Sérstaklega varnarlega séð ótrúlega góður í hávörninni og það er yfirleitt að klukka ansi margar blokkir. En sjáu þið hvað þetta er ótrúlega vel gert. Leonardo Plaza sér að boltinn er að fara yfir, hann rétt potar hann til hliðar þarna og skorar. Leonardo Plaza, þetta gerir frábærlega og Hamarsmenn þá 8 stigum yfir. Já, Leonardo setur svo þennan bolta út. Fyrsta uppgjöf sem klikkar hjá gestunum. Og staðan þá 12-19. Og hérna kemur áns frá Stravko Kamenov. Já, flottur bolti hjá honum. Já, smá erfitt flota á þessum bolta og því fyrir sem fer, vel gett hjá Stravko. Hér kemur Stravko aftur. Setur bara boltan aftur á sama stað en
Hún náður að verjast þessu, kemur boltinu upp á Matteo með flottan bolta, Ragnar með þessu með fína vörn. Og Tómi Gleikurinn að lauma, Matteo búinn að lesa þetta, vel geta Matteo, fær svo boltan í kjölfarið og bombar honum á Ragnar sem hann hægir að verjast honum. Og kemur Marcel, aftur sjáu þið Ragnar, frábær vörn hjá honum. Bara ekki þetta boltan á hann, það held að það sé eina viti. Hamarsmenn ná að redda þessi bolta á KA-lið í bölvuðum vandræðum hérna. Já, KA-lið að þjarma Hamarsmönnum þarna, en klaufalegt þarna, þetta er gefins bolti yfir. En KA-lið klúrar því, en þar áður Ragnar Ingi Axelsson með frábæra takta þarna, líberó Hamarsmanna. Kemur Tómi Gleik hérna, hörkur bolti, Matteus með mjög góða móti út af erfiðu bolti. Þessu kemur Marcel með hennar bolta út og þetta er áfram bara ekki að falla með KA-liðinu. (21:13) staðan Hamarsmönnum í vil. Þá gerir KA-liðið breytingu. Inn á kemur Ágúst Leó Sigurfinnsson. Fínt að gefa honum smá mínútur hérna áður en við förum í aðra hrinu. Ég held að sé honum nokkuð ljóst að Hamar tekur þessa fyrstu hrinu. Boltinn á Ágúst og þessi bolti er inni. Já, stæðan beint á línu. Vel gert, virkilega vel gert hjá honum. Alveg innkoma. Já. Það var nokkuð ljóst að Hamarsmenn voru ekki að reikna með það að boltinn myndi fara beint á Ágúst sem var að koma inn á. Þetta gerir hann mjög vel. Frábær bolti þarna á Valgeir. Það er bara hrein unun að fylgjast með uppspilinu hjá Leonardo Plata. Sjáu þetta með annari hendi. Stýrir boltanum beint á Valgeir sem að gerir hér sitt 5. stig í leiknum. Og þá er Hafsteinn Valdimarsson með uppgjöfina og Matteo hinum er blokkaður út og Matteo skorar. Já. Matteo komið 5 stig en vantar að virkja fleiri í KA-liðinu ef við ætla að halda í við þetta öfluga lið Hamars. Hér klikkar svo uppgjöfin hjá honum Ármanni Snæ. 4. uppgjöfin sem klikkar í KA. Staðan þá orðin 15:23 Hamar í vil. Þá gera Hamarsmenn breytingu á sínu liði og Ricardo Mucci kominn inn á. Gísla Martin Gísli með flottan bolta og skorar, já. Ég segi mikið að hann reyna að virkja Gísla betur. Já, flott móttaka, boltinn hérna. Full stuttur svo í kjölfarið hjá honum Ricardo Mucci. Já, fín hárna KA-liðinu. Boltinn svo upp á Óskar, slæðir hann svo út hins vegar. Og staðan þá 17:24. Já, við gerum mistök á þann. KA-liðið fekk stig. Svona. Boltinn er upp á Óskar með hörkubolta og dæmt net á Hafsteinn Valdimarsson, já. (18:24) Hamarsmenn 1 stigi frá að klára þessa fyrstu hrinu.
En svona með svona smá blikur á lofti að KA-liðið sé að komast aðeins í betur í takt við þetta. Já, vel gert Ágústi las þetta, kemur svo Matti á hinum megin en frábær hávörð hjá Tomek Leik sem að klárar þessa fyrstu hrinu. Tomek Leik fljótur að koma sér í stöðu þarna þegar hann sá í hvað stemdi að boltinn var að fara Matti og Hamar tekur fyrstu hrinu 25-18. En já, kíkjum aðeins á tölfræðina. Byrjum á að kíkja á gestina. Þar Valgeir Valgeirsson stigastur með 5 stig. Hafsteinn Valdimarsson svo með 3 stig. Tomek Leik og Leonardo Plaza báðir með 2 stig. Kristján Valdimarsson og Rafael Bervalder báðir svo með 1 stig hjá heimamönnum í KA. Þar Miguel Mateo Castrillo stigast með 5 stig, Óskar Fernández Elís með 3, Gísli Marteinn 2, Ágúst Leo Marcel Pospic og Strafko Kaminov allir með 1 stig. Og kíkjum svo á tölfræðina hérna í þessari fyrstu hrinu. Sjáum hérna KA byrjaði þetta ágætlega en Hamarsmenn voru bara töluvert betri þegar leitir á hrinuna í heilsinni. Vinna 18-25, bæði lið með 8 smarstig, KA með 3 ása, enginn á Hamar, bæði með 1 laumu. Sjá eins og var að KA með 1 blokk, Hamar með 5. En það eru mistök mótherja sem það sem skilur liðin að Hamarsmenn gera 3 mistök, það af 1 uppgjafamistök, KA gerir eins og 12. Og þar af eru 4 mistökar uppgjafir. Þannig að, já, KA-lið þarf að ná að skrúfa fyrir aðra grúfa af mistökum. Það rosalega mikið að gera 12 mistök í einni hrinu. Það bara helmingurinn að stigum Hamarsmanna. En já, kíkjum að tímalínuna. Hún svona, sjáum að KA-liðið hafði yfirhöndina til að byrja með, síðan kom í stöðunni 6-6, kom 6 stig í röð hjá gestunum og KA náði aldrei að brúa það bil. Náðu nú aðeins að minna á sig restina og vonandi þeir ná að nýta þann meðbyr hér í upphafi annar hrinu. En á sama tíma segir bara að Hamar lítur einfallega bara virkilega vel út. Þeir eru greinilega að slípast betur saman. Töpuðu reyndar meistari meistarana á dögunum gegn Aftureldingu. Afturelding vann í 8 hrinu. En eins og svo ofta áður þá eru breytingar á liðunum milli tímabila og mér svona sýnist Hamarsmenn vera að slípa sig betur saman. KA liðið undanfarin ár hefur verið oft lengi í gang en unnu frábæran 3-0 sigur í gær. En svo ekki spurning hvenær viltu toppa, hvenær viltu vera að ná hámarksárangri. Er það kannski í kringum febrúar, mars þegar bikarkeppnin í gangi sem hefur eiginlega verið flaggskip hreyfingarinnar sem magnaða úrslita helgi kjörís bikarsins. En hér næsta hrina komin af stað. Og sjáum þetta hrina. Flottur bolti frá Matti og hann kemur KA hérna í 1-0 í þessari annar hrinu. Já, flott, hávörð til Gísla Marteini en boltinn enn í leik hérna og fer það á Tomek Leik. En Gísli Marteinn nær ekki að blokka hann inn á völlinn, blokkar hann út. Þannig að Tomek Leik að skora hérna fyrst stig Hamars í hrinunni.
Já, Hafsteinn heldur áfram í uppgjöf. Strafko laumar og þeir, nei, það var ekki þetta þessu frábær lauma hjá Strafko Kamenov. En þrátt fyrir fína tilraun ná Hamarsmenn ekki að verjast þessu, en við elskum þessar laumur og Strafko kemur þetta með mjög góða laumu. Minnkar þetta í 2-1. Óskar Fernández með þennan bolta, hann situr hann í netið. 5. uppgjöfin sem klikkar hjá KA-liðinu. Já, Strafko upp á Marcel og Marcel, já, skorar. Þetta er smá erfitt uppdráttar í fyrstu hrinnu, en þetta gerir hann vel. Sjáum boltan hérna koma Marcel og skrúast hann af hávörðinni. Kemur KA í 3-2, já. Svipað og í upphafi fyrstu hrinnu, KA-lið byrja ágætlega. Og hérna komast þeir í 4-2, Tomek Leik hittir hérna bolta illa. Og KA komið þá í 4-2. Sjáum Gísla Martin, Gísli, já, hann er við það að skora ásetna, en þeir ná að redda þessu. Mikil barátta í Hamarsmönnum. Kemur svo Matteo úr afturlínu og frábærlega slegið hjá Matteo. Ótrúlegt, það skiptir eiginlega engum máli hvort það sé í framlínu eða afturlínu. Smörsir hans er alltaf eins og sé bara alveg upp í netið. Glæsilegur. Matteo kom með 7 stig. Það eru 2 í þessari annar hrinnu. Gísli. Flottur bolti að Gísla, Tomek Leik sem er fína móttöku. Valgeir þarf að hoppa tilbaka til að ná þessu bolta og þá kemur Matteo hinum megin og setur hann Ragnar og hann skorar hann Matteo. Hann setur hann í milli hæðina hjá Ragnari. Erfiður bolti við að eiga. Já, 4 stig rauða KA, flotti kafli. Kemur Tomek Leik og hann hamrar hann í Marcelo út, vel gert. Hann er að eiga góðan leik, hann Tomek Leik. Og kom með 4 stig. 6-3 þá. Hann klikkar ekki hjá Tomek. Já, frábærlega gert hjá Strafko, hann reddar þessum bolta, ítur hann svo yfir, nú er Sveinsson Hamar. Fín hárni á Matteo, boltinn ennþá hjá gestunum. Kemur Valgeir með bolta, vel varist hjá Strafko. Kemur þá Matteo hinum megin. En áfram góð vörn hjá Ragnari. KA-lið aftur séns, boltinn upp á Matteo. Matteo frábærlega slegið fram í hárni, en enn og aftur er Ragnar að verjast virkilega vel. En þessi boltur á Tomek Leik er hins vegar út. Alvöru barátta hérna, sjáum endursýninguna hérna. Já, flottur kafli hér á KA, það var 2-2 rétt á hann og KA var núna komið í 8-3 stöðu, 6-1 kafli og Hamarsmenn taka leikhlé, skildur sem engan undra.
Hamar gerði 3 mistök í fyrstu hrinu. Eru hins vegar komnir með 4 mistök. Nei, fyrirgefðu, þeir eru komnir með 3 mistök sem af þessari hrinu. Þeir eru strax búin að gera jafnmörg mistök og í allri fyrstu hrinu. Þetta er kannski leiðin hjá KA til þess að jafna. Það er brúa bilið frá fyrstu hrinu. Hann er ekki endilega að fækka sínum eigin mistökum, heldur bara að fjölga mistökunum hjá Hamar. En leikli búið og sjáum hvað setur Zdravko Kamenov í uppgjöfinni og hann endar það hjá Hafsteini, nei hjá Kristjáni ætlaði að segja og hann klárar þetta vel. Kristján Valdimarsson kom með 2 stig. Zdravko upp á Antoni á miðjunni en þeir verðast þessu Káarins var aftur í sénstíðaboltinn þá var Marcel og Marcel, já, slær þetta vel. Sýndist Hafsteinn ætla að boltinn myndi fara á Antoni aftur en hann var aðeins á eftir þarna og Marcel nýtti sér það. Vel gert og honum komið 3 stig. En setur svo þennan bolta út. 7. uppgjöf sem klikkar á KA. KA 4 stigum yfir hérna. Og er komið að Valgeiri. En hann klikkar líka. Aja. Já, það er 3. uppgjöfin í röð sem er að klikka þarna hjá liðunum. Og KA þá klikkað 7 uppgjöfum í heildina. Zdravko upp á Óskar en Óskar hreinlega étir þarna af hóðninni. Góð blokk þarna hjá gestunum og þetta er, já, mér sýnist það nú að vera Leonardo Plaza sem á þessa blokk. En Óskar svarar fyrir sig hér, vel gert hjá Óskari. Já, þessi bolti enn í leik og Zdravko Kamenov refsar, sjáiði þetta aftur. Þetta skrúfast þetta í netinu og svo refsar Zdravko Kamenov. Hann getur hérna heldur út í slegið bolta líka, það er ekki alltaf að spila upp. Og KA komið í 12-7 hérna, flott svar eftir smá brasi í fyrstu hrinu, en Tomek leik, vá. Bauð ekki mikið upp á að menn getu varist þessum bolta. Virkilega við slegið hjá honum. Garði 12-8. Hafsteinn Valdimarsson. Kemur hér. Marcel með móttökuna, sleppur hjá honum. Sensin hjá gestunum aftur. Og Kristján Valdimarsson klárar þetta. Kristján með flottan bolta hérna. Hann er komið þá með 3 stig í heildina, 2 í þessari annar hrinu.
og bróður hans áfram í uppgjör 9-12 núna, Hamar komið 2 í röð en þessi bolti frá Hafsteini of langur og Káa komið þá aftur fjórðstöðu yfir mikið fyrir Káa að taka þessa hrinu og jafnir þá í 1-1 sjáu Tomek leik þetta gerir hann virkilega vel hann að slá boltan virkilega hann er að skera smassi hrikalega vel og erfitt að verjast þessu kemur Marcel með bolta yfir en fín vörðargestum og enn er hann að slá boltan hrikalega bratt en setur hann út núna þessi boltar að Gísla beint út en Tomek leik klikkar þessu ekki upp eins og segi Hamarsmenn klikkuðu gerðu 3 mistök í allri fyrstu hrinu og það sem af er annar hrinu hafa þeir gert eins og 7 mistök þar af klikka 4 uppgjöfum og þetta er ansi mikil breyting en Valgeir minnir aftur á sig hérna flottu bolti í honum Valgeirsson kom með 6 stig hans fyrsta reyndar í þessari annar hrinu þetta er hins vegar klauvalegt að Káa-liðinu þetta var frekar þægilegu bolti við að eiga en þeir láta hann fara sem var ekki rétt ákvörðun og ás hjá Kristjáni Valdimarssyni í staðreynd 15-13 og Hamarsmenn halda áfram að koma sér nær og nær hérna Stravko upp á Matteo af háhorninni og út já, Matteo það gerði hann vel sjáum hérna Stravko sækir boltan upp á Matteo og Matteo nýtti sér hornina Tomek leik með hörku bolta en frábær vörn Káa-liðinu þeir ná að koma yfir Sensinu Hamar núna til boltin á Tomek leik í afturlínu og hann setur hann út frábær vörn Káa-liðinu þarna og Tomek leik finnur ekki völlin hérna Káa 17-13 yfir Valgeir skora svo hér spurning með net en þið vilja minna að þetta sé Káa-megin en ég setja bara sem stig á Valgeir (17-14) og Stravko ætlar eitthvað aðeins að spyrjast út í þetta fannst þetta eins og hann ætlaði að dæma net á Hamarsliðið
Já, það endurtekið. Þannig að smá hitt í mönnum. Já, þetta er flott, það hitt í mönnum en tökum við bara þetta stig tilbaka af Hamarsmönnum. Gerum það bara svona, 17-15, nei þeir ekki 17. Það átti að vera. Æja, áfram gakk, kemur Valgeir með þennan bolta, fín vörn hjá Stravko Kamino, kemur svo Óskar Fernández, setur boltan yfir háruna, en þægileg bolta að verjast og í kjölfarið. Stravko á Matteo, flottu bolti hjá Stravko, erfiðri stöðu, en það eru hins vegar gestirnir sem skora. Það Rafael Bervald með sitt annað stig í leiknum. Já, mæðir svolítið á Stravko Kamino fann í KA-liðinu. Vel gert að ná þessum bolta upp á Matteo, en Matteo náði ekki að gera mikið úr þessum bolta því miður fyrir KA-menn. Snýður upp á Óskar, nei, fyrir á Matteo ætlaði að segja. Og svo setur Óskar hennar bolta í netið. Hárrétt, fór ekki í hárnina. Sjáum þetta aftur hérna. Já, þetta bara beint í net og staðan þá 17-15, KA í vil, Hamars liðir aftur, farið að hóta þessu. Stravko upp á Óskar, Óskar af hárnina út, þarna gerði hann vel. Stingur blokk á móti Óskari, en slæðir hann utanvert þarna og erfitt að blokka hana bolta. 15-18, eða 18-15 ætla að segja. Antoni með hana bolta. Og Hafstein og hann skorar. Hafstein með sitt fyrsta stig í hrinunni. Boltinn upp á Gísla Martein og Gísli skorar. Já, Hafstein í boltanum en Gísli skorar. Já, segi Gísli Martein. Leikmann sem KA þarf að helst að fá aðeins meira út úr, en þetta gott stig hjá honum. Þannig hann líka að blokka Tomek leik, en þetta allt of auðvelt fyrir Hafstein. Enginn KA með nálægt honum og hann refsar. Virkilega vel spila hjá Leonardo Plaza. Ég mjög hrifinn af hans stíl hérna í stöðu uppspillara hjá Hamars-liðinu. Það koma með flott útspil inn á milli og erfitt að lesa hann. En það kemur Óskar hins að setja boltan út. Og munurinn þá aðeins 1 stig. 19-18. Það væri eitthvað gríðarlega svekkt fyrir KA-liðið ef þeir myndu ekki ná að klára þetta. Búin að vera með góða stöðu alla þessa aðra hrinu.
Já, förum við tölfræðina af hreinunni lokinni. Káa áfram stíi yfir en eins og segja Hamarslið búið að vera færast nær og nær. Káa var mest 6 stigum yfir hérna rétt áðan. Hamar aldrei yfir í þessari hreinu. Það er að hinga til. Sjáum þá hvað Hafsteinn gerir. Þetta er þægilegur bolti eins og það fyrir Óskar og Matteo. Bótt hún yfir og þá er Tomek Leik sem að slæra þarna af háhorninni og engin klár þarna og smá svekkins í Káa-liðinu þarna. Þeir eru í vandræðum með Tomek Leik, hann er komið 5 stig í þessari hreinu og 7 stig í heildina. 19-19. Strafko upp á Matteo, Matteo, flottur bolti frá Matteo, setja þess að Káa fyrir aftur í forystuna. 10. stig á Matteo, sjáum þetta aftur hérna. Haldin upp á Matteo og slæðir þetta virkilega vel. Óskar Fernandes Elís fyrir Káa. Tomek Leik með móttökuna og fær hann svo aftur í kjölfarið og enn er hann að slá hann hrikalega bratt hérna. Þetta gerir hann mjög vel. Tomek Leik. 8 stig hjá honum. 20-20. Nú fer hver stig heldur betur að vera mikilvægt og þá kemur Gísli Marteinn með þennan bolta út. Aðstoðardómari vill meina það sé touch. Ég er aðeins og seinna að íta á endursýningu þarna en þetta er allavega endanum breytt og Gísli fær stigið, já. Það var líka eitthvað hálfskrítið einhvern veginn hvernig þessi bolti flaut út. Það hlaut að vera eitthvað touch. En Káa þá 21-20 yfir. Gísli Marteinn fyrir svo sjálfur í uppgjöfina. Tekur hann öruggan og boltinn þá upp á Kristján Valdimarsson og Káa skorar frábær blokk hjá Antoni. Endan með reynda dæmdu mistök eða mók á Kristján, en þessi hávörð hjá Antoni algjörlega frábær og Káa komið þau 2 stigum yfir 22-20. Og þá taka gestirnir sitt seinna leikhlé í hreinunni. Já, þetta leikhlé Káa-liðsins búið að virka vel. Spurning hvort að leikhléið hjá Hamarsmönnum virki jafnvel. Káa 3 stigum frá því að klára hreinuna. En þetta er svona fljótt að breytast. Sjáum þá Gísla Marteinn. Hann kemur með ás algjörlega út við línu þessi bolti. Frábærlega gert hjá Gísla. Sjáum þetta aftur hérna á þessi þetta allan daginn inni. 5. stig á Gísla og 4. ás Káa-liðsins staðarinn 23-20. Kemur Gísli aftur. Þetta er hins vegar betri móttaka hjá gestunum og Tomek Leik með hann yfir. Frábær björgun hjá Strafko Kamenov.
og svo frábær hávörn hjá Hamarsmönnum og aftur Kristján Valdimarsson, tvær risa hávörðin hérna og önnur skilar stigi og það gerist hér. Kristján minnkar þetta á í 23-21. Það er komin alvöru hit í menn, enn er verið að kalla menn saman. Strafkó bendir það, þetta er óþarfa derringur í þeim bræðurum, Hafstein og Kristjáni. Kristján kom með smá störu þarna eftir blokkina sína. Persónulega er ég bara mynda mjög hrifin af þessi smá derringur í mönnum, en það er bara ég. Áfram gakk. Kemur Strafkó, boltinn hér upp á Marcel af hávörninni og skorar, já. Það gerir hann vel, virkilega mikilvægt stig í hús á KA-liðinu 24-21. Eitt stig viðbót til að klára hreinuna. Þá er Strafkó Kaminov í uppgjöf hérna. Tómas Leik með móttökuna og boltinn hér beint út. Og KA tekur það með þessa hreinu 25-21. Já, 25-21 sigur KA, alvöru svar eftir svona frekar þunga fyrstu hreinu og KA er þar með búið að jafna metin í 1-1. Kíkjum á hérna á tölfræði gestaliðsins, ætla ég að segja. Já, svo með Tómi Leik með 8 stig, Valgeir með 7. Kristján með 5, rétt eins og bróður sinn Hafsteinn, Leonardo með 3 og Rafal er með 2 hjá KA-liðinu. Þar er Miguel Mateo Castrillo með 10 stig, Óskar og Gísli báð með 5 stig. Gísli kom með heldur betur mikilvægt stig undir restina. Marcel 4, Strafkó 3 og Ágúst Leo er með 1 stig. Sjáum svo tölfræðina í annar hreinu. En já, eins og segi, virkilega flott frammistöð á KA-liðinu gegnum þessa aðra hreinu. Tók hann að förstum tökum. Hamarsmenn komu vissulega með alvöru áhlaup en tókst ekki að ná forystunni í þessari hreinu og KA-lið sanngjarnt tekur hann að 25-21. Það sjáum samt að sóknarleikurinn í þessari hreinu var algjörlega magnaður. KA með 15 stig úr smössum. Aðeins 25, Hamars með 14 að 21 stigi úr smössum. En þetta er flott að sjá hjá KA-liðinu. Sjáum hérna tímalínuna. KA mest 6 stigum yfir. Hamar jafnar hann í 19-19 og 20-20.
En KA-liðið með flottan endasprett, brotnuðu ekki niður og kláruðu þetta. Þá förum við að staðina í þriðju hrinu og Gísli Marteinn með risa blokk hérna. Sjáum þetta aftur hérna. Glæsilegt hjá Gísla. Aftur Gísla blokkaði núna, náður haldavaldarinn lifandi og Stravko upp á Matteo með hörkubolta, frábær vörn hjá Tomek Leik og kjölfarið koma eins og yfir á Gísli, reynir að blokka hana bolta, kannski reynir að sleppa þessu bolta, erfitt að blokka þetta. Og Rafal Bervald skora þetta stig. 1-1. Það er bara upp að Gísla, já, hann kvittar hann fyrir stigið áðan, frábærlega gerð, sjá hvað Gísli hátt uppi. Virkilega þetta að stoppa þetta og Gísli Marteinn kemur KA 2-1. Hafsteinn kemur engum vörnum við þarna. Gísli gerði heldur betur rétt þegar hann skipti stöðu og fór að spila þessi miðja. Hann er búinn að vera algjörlega frábær í þeirri stöðu fyrir KA-liðið. Búinn að vera blokkasti leikmaður en brókið deildarinn síðustu árin. Hérna kemur svo Matti, setur hann yfir og KA-liðin er ekki að retta þessi, þetta er frábærlega gert. Svo þarna refsar hann Leonardo Plaza strax og hann er aftur hrikalega klókur. Kemur Hafsteinn Valdimarsson fyrir Hamar og Marcel fyrir KA, þýttur hann yfir en fín vörn og Tomek Leik svo með hennan hörkubolta en slær hann ansi knappan kross og KA-liðið er í vandræðum með þessa bolta. En náttúrulega leið þau fara að standa kannski íkt á þetta þá náttúrulega er að gefa hún línuna og er nú voðin vís, þannig að það er spurning hvað er hægt að gera við þessu. En Tomek Leik heldur betur komin í gang. Það heldur bara með 2 stig í fyrstu hrinu en ég er búinn að finna sína fjöl hérna í kjölfarið. Valgeir setur svo boltan yfir, núna er sénsinn að KA, boltinn upp á Matteo laumar og skorar á endanum. Já, vel gert hjá Matteo. Kom með 2 laumur hérna í leiknum, 11 stig í heildina. Þessi bolti var Gísla eins og var út og Hamar Fjögur yfir hérna gestirnir. Kemur Leonardo Plaza með þessu uppgjöf. Frábær vörn hjá Ragnari þarna og Tomek Leik svo nær einhvern veginn að koma boltanum fram hjá hávörninni og skorar. Þessi boltur á Matteo út. Það er bara rétt þó að hann sé svektur. Þá var þetta bara hárrétt. Þrjú stig í rauða gesturinn núna og KA-liðið þarf að finna svör.
Boltinn upp á Matteo, já. Þetta líka oft svarið. Það bara að setja boltan á Matteo og hann skorar. Það ofta ansi líklegt að hann skori þegar hann fær boltan. Já, kemur Tomek Leik og þetta gerir hann vel. Antoni aðeins seinna í hárnina og þá var þetta þægilegt fyrir Tomek. Já, aftur 3 stiga munur á liðunum hérna í þriðju hrynu. Tomek. Þessi boltinn svo út. Já, þessi mistökum hefur klárlega fjölgað hjá gestunum. Þeir voru aðeins 3 í þessari fyrstu hrynu og KA-liðið þarf að nýta sér það. En KA-liðið hefur vissilega verið að gera mistök líka. Yfir hérna klikkað á 10 uppgjöfum. Hamarsmenn á 6. KA í heildina gert 21 mistök sem gefa andstæðunum stig. Hamar gert 14. Þetta góð blokk hjá gestunum. Þeir eru búin að heldur við standa háruna vel. Þeir eru komið með 10 hávarnir og þetta skilur vera Rafael Bervald sem er með háruna 10 blokkir og við erum nýbyrjuð í þriðju hrynu. Það er ansi vel gert. Boltinn upp á Óskar. Óskar inn að lauma og þeir ná að redda þessu. Tomek Leik sem er hörkubolta yfir en KA-liðina verst þessu. En boltinn frá Marcel út. Sjáu hérna með lauma frá Óskari og þeir ná að bjarga þessu glæsilega. En KA tekur svo í kjölfarið leikhlé. Staðan skyndilega orðin 10-5 fyrir gestina. Já, þá erum við klárið að halda leik áfram hérna. Leiklið síðasta hjá KA. Þessi undir lok annar hrynu skilaði bættum leik. Spurning hvað gerist núna. Boltinn upp á Óskar. Óskar blokkaður af Valgeiri. Enn ein blokkin hjá Hamar. 11 blokkir hjá Hamar er hrikalega góð tölfræði. Kemur Kristján Valdimarsson en setur boltann út. Já. Ellefu 6 þá. Ég segi KA-lið þarf helst að brúa pilið sem allra fyrst. Koma sér betur inn í þetta. Kemur Valgeir með þennan bolta sem að Strafko reynir að redda. Gengur eins og var ekki. Áfram 6 stiga munur. Valgeir það komin í uppgjöfina. Boltinn upp á Matteo ítir honum að miðjunni en Valgeir með flotta björgun. KA fara aftur sénsinn, Strafko velur aftur Matteo, var grunaði það og Matteo klárar þetta. Frábær vörn hjá Valgeiri en Matteo fekk aftur sénsinn og skorar þessi 13. stig. 12-7.
Ragnar með þess að menna bolta núna tekst hins vegar ekki hjá þeim að refsa strax en KA gerir mistök hérna og Hammarsliðið áfram 60 yfir. Já, sáum hérna KA lærði aðeins á Leonardo Plaza hérna hvað það myndi íta þessum bolta sem að detta upp í netið en tókst ekki að redda þessu og þetta svo Ás í kjölfar þessi bolti endar í tjaldinu upp í lofti og annar Ás Hammarsmanna staðreind Rafael Bervald með Ás. Það kemur Matteo hörkubolta þessir á línunni, já. Ekki nokkuð spurning með það. En það eins og ég búin að segja í leiknum, mér finnst mæða aðeins svo mikið á að Matteo skili sínu, að þurfa helst fleiri að vera að ógna fleirum í KA-liðinu. Ég segi vissulega vantar aðeins í liðið, en þurfa helst meira frá Óskari og Marcel og hafa helst ekki að Gísla Martini og Gísli hafa akkurat kemur með hörku blokk, boltinn inn í leik hérna. KA í sensunum, boltinn upp á, það kemur lauma frá Strafkó, það kemur lauma hinum megin, en boltinn inn í leik, Marcel blokkaður og frábær björgunni á Óskari, þarna vantar samtalið KA-liðinu en þeir koma boltanum yfir á áhugaverðan hátt, Tomek Leik svo blokkaður, hressilega, Strafkó, Kamenov með stórkostlega blokk, þetta var stórfurðulegt stig en KA færð á endanum, sjáiði Strafkó ískaldur svo kjölfarið, engin læti í honum enda mikið rólendis maður og minkar það munin í 5 stig. Kemur Óskar boltinn svo upp hérna á Hafstein og Hafstein setur hann út úrvalsfæri þarna eins enn og aftur sjáiði boltan sem hann Leonardo Plaza að setja upp ótrúlega skemmtilegur uppspilari. Boltan hérna á Valgeir setur hann út, já. Nú hlutin aðeins að falla með KA-liðinu. 11-14. 4 stig í röð hjá KA. Óskar Fernández Elís áfram í uppgjöfinni. Tomek Leik hins vegar heldur áfram bara að gera það sem hann búinn að gera í dag. Sneiða bolta fram með hórninni og krappur beint í gólfið. Strafkó upp á Matteo ætlar að íta boltanum þarna en ítar hann allt á neðanlega. Og Hamar aftur komið frá 5 stigum yfir. Þetta er svolítið dýrt að gera svona mistök þegar þú ert að reyna að brúa bilið. Matteo veit upp á sér sökina. Þá kemur já, gult spjald hérna þegar þeir rúlla boltanum ekki rétt. Þetta er óþarfi, finnst mér að spjalda þetta. En svo sem reyndar hann ekki að spjöldin skipti miklu máli í blakkinu. Það segja gulspjöldin.
En, jú, þetta sem segir í reglunum, en bara áfram gakk, óþarf að vera eitthvað að stoppa leikinn út af þessu, bara áfram gakk. Jæja, þá erum við kláran í guldspjaldakálið þarna fyrir þetta. Það rúlla boltan hérna stað. En eins og segi, breytir engu, áfram gakk. Kemur Hafsteinn Valdimarsson. Takkan hjá Óskar ekki alveg nógu góð, en Stravkó kemur boltanum fínt á Marcel, en frábær björgun á Hamarsmönnum. Káar eins og aftur í séns, boltinn þá á Marcel, og Marcel með alvöru neglu hérna. Skorar hetjuleg björgun hjá Hamarsmönnum hérna, en Marcel bombar þá bara aftur, og þetta var flottur bolti. Sextán 12, aftur búinn að minnka til 4. Það kemur Gísli Marteinn. Flottur bolti, fín móttaka og svo alvöru hávörn. En boltinn út. Hamarsmenn fá þetta stig. Já, Kristján með þetta smassa miðinni, en Marcel sem blokkar hann út. Það kemur Marcel aftur, nú er hann blokkaður. Færir boltan aftur og ætlar að ýta boltanum handa yfir hávörnina. Hvað misti ég hvað átti að hafa gerst þarna. Já, alveg spurning hvort að þeir hafi farið aðeins í netið. Hamarsmenn sem Káarlið að benda á, en þessi bolti bara dæmdur úti og Hamar fær stigið sem að Stravkó að benda á að það klárlega verið snerting á neti. En það breytist ekki. Hamar fær stigið. 18-12. Stravkó að lauma, en Tomek leik sér við þessu, fær svo boltan aftur af hávörðinu og skorar. Þetta er ekki að falla með Káa á sama tíma, bara vel gert hjá gestunum. Svolítið sveiflukendar þessar hrinur. Hann var töluvert betri aðilinn í fyrstu hrinu eftir að Káa hefði byrjað betur. Káa svo með gott tak á annar hrinu, vann hann að frekar samfærandi. En hann voru Hamarsmenn einfaldlega skrefið framar hér í þriðju hrinu. Kíkjum á tölfræðina að hrinu lokinni. Ja, Stravkó upp á Marcel. Marcel, já, þetta er betra frá honum. Hörkubolti. Og Marcel Pospic gerir sitt 7. stig.
Zdravko með hennar bolta, utalega þessi bolti. Það taka hann vel og þessi bolti á Tomek Leik stoppast og bara týnist í háruninu á KR-liðinu. En Tomek Leik að eiga virkilega góðan leik. Sjáðu það, hann fór ekkert mikið fyrir hann í fyrstu hrinnu, skoraði svo 6 stig í annar hrinnu og svo kom með 7 stig hérna í þriðju hrinnu. En svolítið eftir, 20-13 fyrir Hamar. Boltinn upp á Antoni og Antoni setur hann út. Svo þetta aftur hérna, setur hann í netið út og nokkuð ljóst að Hamar að taka þessa þriðju hrinnu. Kemur Antoni, já, núna nær hann skora. Setur ykkur hann boltangreinlega í andlitið á Kristjáni. Vonum að sé í lagi. Þeir takast alltaf í hendur við félagar. Já, hann skopar beint á andlitinu á honum. En Kristján harður á sér. En vel gert hjá Antoni Jan Súravski fyrir KA, hans fyrsta stig í leiknum. 14-21. En hérna klikkar svo uppgjöfun hjá KA-liðinu. Boltur upp á Óskar og Óskar blokkar þessir inni. Já, þetta ekki að falla með KA-liðinu, það heldur betur hannig. Sjáum hérna Óskar blokkaðan af, með sýnst að vera Hafsteinn sem tekur þetta. 7. stigið á Hafsteinni, en ótrúlega satt, það er komið 12 blokkir hjá Hamar í liðinu og það þetta 13 núna. Sjáum það aftur hérna með kemur boltinn á Antoni, en Hafsteinn einfaldlega búinn að lesa hann. 13 blokkir Hamars gegn 3 hjá KA. Það er ansi mikill munur. Erfið bolti hérna á Matteo. Matteo einhvern veginn ákveður að kýla á þetta bókstaflega og hendur hann beint út í línu. Skorar hérna flott stig hjá honum. En þetta svo sem ekki líklegt að KA ná að fá eitthvað út úr þessari hrinnu, en það auðvitað að gera reyna. Það þarf að klára hrinnunar, það erfitt að verjast í blaki. Það að verja fórustuna. Það ætla alltaf að halda árum að sækja, en hérna kemur Háard hjá Gísla Martini. Sjáum þetta aftur hérna, flott hjá Gísla. Hamar tekur leikli. 8 stig yfir, vantar 1 stig viðbót. Bara reyna rétt svo að undirstrika hvernig þeir ætla að klára þetta. Jæja, og heldur áfram hérna Antoni Jan Súravski fyrir KA með hennar bolta út og þá hrinna búinn. Já.
aldrei spurning þessi þriðja hrina hvar hún myndi enda. Hamarsliðið bara töluvert sterkari aðilinn í þessari þriðju hrinu. KA-liðið náði ekki að fylgja eftir góðri annar hrinu. Og sjáum hérna stigaskorið hjá gestunum. Tomek Leik heldur betur að leika sér að KA-liðinu. Komið 15 stig, þar af 7 í þessari þriðju hrinu og 6 í annarri. En sjáum það að hann heldur betur komin í gang. Valgeir Valgeirsson búinn að eiga góðan leik, komið 9 stig, 5 í fyrstu hrinu. Hafsteinn Valdimarsson með 7 stig, Kristján bróðir hans með 6, Rafael Bervaldi með 5 og Leonardo Plaza með 4 stig. Hjá KA-liðinu þar Miguel Mateo Castrillo með 15 stig og ótrúlega sagt hann með 5 stig í öllum hrinunum. Mjög stabilt greinilega. Gísli Marteinn svo komið með 8 stig, hann hefur tekið svona smá skurki en ég var til í að sjá hann allavega þetta færi fleiri boltar á miðun á hann, en það eins og það Marcel Pauspits sem hefur 6 stig, hann aðeins að finna fjölinn sinni betur. Óskar Fernández Elís 5 stig, ekkert í síðustu hrinu. Stravko Kamenov komið 4, Antoni Jan Súravski 1 og Ágúst Leo með 1 stig. Sjáum svo hérna tölfræðina í þessari þriðju hrinu. 25-16 sigur Hamarsliðsins, frekar samfærandi og þá þeir komnir í úrvalsstöðu á að klára hana leik. Þurfa að vinna eina hrinu viðbót. KA þarf eins að vinna næstu hrinu til þess að knýja fram 8 hrinu. Kíkjum örstuð á hvernig þessi þriðja hrina spilaðist. Þetta var frekar einsleitt. Það var jafnt á fyrstu tölum, síðan stungu gestirnir hreinlega af og þeir leiddu mest með 10 stigum í stöðunni 24-14 en vinna hruninu á endanum 16-25. Ja, KA-liðið tekur hérna alvöru peppring, ætla sér að koma sér aftur inn í þetta. KA-liðið gerir breytingu inn á, mætir hann Ármann Snær Heimisson, skipti svo reyndar út fyrir líberón okkar að Matteus, en rátt að sjá hvort að Ármann Snær nái að koma krafti inn í miðjustöðuna. Antoni skoraði stig en þetta hans í smá vandræðum gegn þessari mögnuðu Hávörð gestana, en þetta komið að stað hérna, boltinn skoppar af neserinum en Marcel með móttökuna. Flott vörn hjá Ragnari og svo kemur Lauma hérna sem að Stravko tekur boltinn upp á Matteo, flottu bolti. Ragnar nær nú að verjast honum mjög vel, hann kemur þægilega yfir fyrir KA-liðið. Nú það Stravko sem að setja boltana á Matteo stingur blokk og Tomek Leik nær að sjá við honum. Enn og aftur eru þeir að blokka KA-liðið, 14. blokkin. Og Hamar leiðir 1-0. Sjáum KA-liðið gerir núna. Þetta net á Óskar, þetta rétt, Óskar fer hérna aðeins í netið og staðan árið 2-0. Kemur þetta Rafael Bervald með hennar bolta, fín móttaka og bolta svo beint á Gísla. En boltinn út frá Gísla. Báðir línuverðinni segja, já, ok, það dæmt touch.
báðu línu verið vildi touchið og já. Ekki frá því þetta sé bara sé rétt. Staðan þá 2-1 í staðan fyrir hans í 3-0. Hér í fjórðu hreinu. Kemur Tomek Leik með þennan bolta út. En það var touch. Þannig að Tomek fær þetta stig. Og hérna var KA-stigið vel gert hjá strákunum. Sjáum þetta aftur hérna. Já, Gísli Marteinn með alvöru smass hérna. Gísli kom með 10 stig. Valgeir skorar svo hérna. Boltinn skrúfast hérna af hárunni á Marcel. Tvö Hamar. Jæja, boltinn upp á Marcel. Marcel með hörkubolta. Þetta vel gert á KA-liðinu. Það Kristján víðsfjarri í hárunni og Marcel refsar hérna leið. Vel gert, vel gert. Gísli slítur hérna bolta eins og var út. Og KA þá klikkaði í heildina 13 uppgjöfum. En óhætt að sjá hvernig hann Ármann Snær kemur inn í þetta hjá KA-liðinu á miðjunni. Klikkar uppgjöfin hjá Tomek Leik. Og hér skorar Kristján Valdimarsson. Hörkubolti á miðjunni og nýtir hæðina sína ansi vel. En vel gert hjá Leonardo Plaza þarna enn og aftur. Þeir hann að spila boltanum virkilega vel og KA-liðið í vandræðum með að lesa en svo klikkar uppgjöfin frá Kristján í kjölfarið. Valgeir, já, minnir áfram á sig. Boltinn hérna á Matti og Matti var blokkaður, frábær blokk hjá Hafsteini. Það bara þannig að KA-liðið bara í bullandi vandræði með háruna hjá gestunum. 15 blokkir hjá gestunum.
Já, en að sjáum við svo uppgjöfina klikka hjá gestunum. Átta, 6. Kemur Ármann Snær fyrir KA, fínn bolti, Tómas Leik með móttökuna og þetta klárar hann virkilega vel. Leonardo Plaza, eins og ég segi, ég er búinn að vera hrósa honum mikið í dag og hann á það heldur skilið, hrikalega öflugur. Stravko upp á Gísla, Gísli skorar. Raggi reynir eiginlega bara að skalla hann að bolta einhvern veginn en það er ansi erfitt. En Gísli gerir hann virkilega vel. En gott að í lagi með Ragnar. Klikkar uppgjöf hjá Matti og þetta er dýrt. Já, Hamarsliðið er bara svona búið að vera meiri stöðuleiki í þeirra liði. Heldur en KA-liðinu, KA búið að eiga fína spretti en dotti niður þess á milli. En þetta er svona flott hjá Óskari. Það er langt sem fengum stig frá Óskari. Og hann minkar þarna í 2 stig og 9. Kemur Óskar Fernandes í uppgjöfinni. Tómek Leik með móttökuna og boltinn svo á Kristján. Þetta bjögst með hérna. Tómek Leik var að fá hann að bolta. En enn og aftur er hann að leika sér að KA-liðinu, Leonardo Plaza. Setur boltan á Kristján í staðinn og Kristján skorar. Leik, hérna bolta út eða hvað, hann er dæmdur inni. Sjáum þetta aftur hérna. Hann er bara úti þessi bolti en er dæmdur inni. Þetta er dýrt fyrir KA-liðið sem að er að reyna að koma sér aftur inn í þetta. Í staðan að munið 2 stigum, munar 4. Ja, boltinn á Gísla, Gísli með frábæra bolta, frábær samspil þarna hjá Stravko og Gísla. Sjáum við aftur hérna, Stravko með flottan bolta og Gísli bara klár. Og minkar þetta í 9-12, aðja. Gísli Marteinn þá í uppgjöfinni. Flott uppgjöf, frábær móttaka eins og hjá Ragga og svo kemur Valgeir með þennan bolta, skrúfast að netinu og upp í antennuna eða spíruna góðu. Og KA fær þennan bolta, það fær þetta stig ætla að segja. Boltinn upp á Kristján og hans resar þarna engin Hávard rauninni og Kristján leikur sig að skora þetta stig hérna. Þriggja stiga munar á ný, Tómek Leik fyrir gestina, 13-10 fyrir Hamar. Hvergin er í búið en reyðum því ekki að KA þarf að vinna þessar hreinu til að fá Oddarhinnuna. Kemur Stravko Kaminov, hann slæðir hann að bolta út. Ekki galið hjá Stravko að reyna þetta en slæðir boltan út. Kíkjum aðeins á stigastu leikmenn hjá gestunum. Þar er Tómek Leik stigastu með 18 stig.
Valgeir Valgeirsson er svo með 11, Kristján Valdimarsson með 9, Hafsteinn 8 og svo eru Leonardo og Rafal báðir með 5 stig. Hjá KA, þar er Miguel Mateo Castrillo með 15 stig. Ekki hefði að skora stig í þessari 4. hrinu. Það munar minna þegar leikmaður sem Mateo er ekki að skila einhverjum stigum. Gísli Marteinn eins og búinn að vera flottur, hann er komið 12 stig, það er 4 í þessari 4. hrinu. Marcel Pospic með 7, Óskar með 6 eftir að hann skoraði ekki stig í 3. hrinu, þá er hann komin aftur á blað. Strafko Kamrafi með 4 og svo er Antoni og Ágúst báðir með 1 stig. Jæja, höldum leik áfram hérna, 14-10 gestinum í vil. Tómek leikmenn að bolta en fín móttöka Matteus, boltinn er upp á Matteo og hann skorar. Vel gert Matteo, 11-14. Boltinn er góðu bolti upp á hann Rafal Bervald og hann skorar. Kemur svo aftur í 4 stig. Og Matteo, aðja. Mikilvægt að Matteo sé að finna sig aftur. Komið 2 stig núna á skömmum tíma. Boltinn er upp á Matteo og klárar þetta með háarðinni frá Valgeiri. 15-12. Og hér skorar Hafsteinn. Já, miðjuspilið að gefa vel hjá Hamar núna. Búin að finna þá bræður bara töluvert. Jæja, Matteus upp á Matteo, Matteo með fína bolta, Tómek leik eins og að vera staðsettur, boltið á miðjuna og hanna, frábær hávörn. Já, glæsileg hávörn til Ármanni Snæ, Heimissinni, hans fyrsta stig og hann étur Hafsteinn Valdimarsson, glæsilega gert hjá Ármanni. Fyrir svo sjálfur í uppgjöfuna. Já, fín hárið á káliðinu, boltinn svo upp á Matteo, og Matteo ítur honum ansi uttalega og þetta gerir hann vel. Já, hvað munar mikið að fá Matteo aftur í gang. 14-16 núna. En þá nóg eftir að þessu, fáum við 8 hrinu. Já, þessi bolti fyrir Ármanni út hins vegar. 15. uppgjöf sem klikkar á KA. Hamar klikkað á 10 uppgjöfum. Já, Strafko upp á Gísla, já. Þetta er það sem ég vil fá að sjá meira af. Þetta hraða uppspil á miðjuna á Gísla. Gísli kom með 13 stig, fara 5 í þessari 4. hrinu. Flottur gæinn hérna. Valgeir með bolta, skoppar á netinu. Matteus með vörðina, Matteus sem er sótt henni hinum megin. Fín hávörð, boltinn er vel varinn af Matteus, boltinn eins og hann í leik, kemur þá einmitt á Tómek leik sem að setur hann á háruna og það var net á KA-lið og þá verður allt vitlaust í herbúðum KA-liðsins. Sjáum þetta aftur hérna, hvað gerist hér. Ég held bara því miður þetta sé rétt fyrir KA-menn, held því miður fyrir KA-menn þetta sé réttur dómur. Við sjá þetta einu svona aftur.
kemur þetta. Æjá, það eru bara K.A. með nálægt netinu, boltinn er hátt yfir og þannig að þessi hreyfing er klálega á vegum K.A. Þannig að þetta er bara því miður fyrir K.A. Bara hárréttur dómur. Þriggjastaðmunur, Hamari vil, kemur Hafsteinn Valdimarsson menna bolta, hann skoppar hann neitur og tilbaka, já. Fáir neitt ódýrt tilbaka. Sem segi, ennþá nóg eftir af sér hrinu, tveggjastæðmunur ekki neitt í blaki, þetta er fljótt að breytast. Óskar Fernández, Elís. Fyrir K.A. Tómek leik á með fína móttöku og enn er miðjuspilið að gefa hjá Hamar. Kristján Valdimarsson með þennan bolta. Hann er komið 4 stig í þessari hrinu og 10 í heildina. Það er búið að leita mikið að Tómek leik í dag en eru núna að breyta svolítið áhersluna á þá bræður Hafsteinn og Kristján. Það er bara svínvirka. Svo er þetta líka með þessa mögnuðu hávörn sem við sjáum hérna á Tómek leik. Sýnist Tómek leik var komið 3 blokkir. Hamar í heildina með 16 blokkir. Jæja, áfram Gakk. Fín móttöku á Marcel fær svo tilbaka og næra trófanum milli Valgeis og Kristjáns þarna. Þetta er ennþá galopið. Sjáum við aftur hérna. Vel gert hjá Marcel, bæði móttakan og smassið. 17-20. Og Strafko lúrir þetta við netið og refsar strax. Sjáum þetta. Strafko, Kamenov, frábærlega hjá honum. Boltinn dettur þarna yfir og Strafko fljótur að átta sig og refsar strax. 18-20, jæja. Fáum við spennu í lokasprettin. Gísli Marteinn fyrir K.A. Ragnar með flotta móttöku, boltinn á Kristján á miðjunni og það er enn og aftur er miðjuspilið að bera ávöxt fyrir gestina. Já, sjáum að hann Ármann Snær er ekki alveg búinn að átta sig á þessu hraða miðjuspili sem að gestinir eru að beita. Kýfir boltinn upp á Matteo blokkaður en boltinn inn í leik. Fyrir þá aðmynda á Tómek leik sem hann laumar og skorar. Vel gert hjá honum. Komið 20 stig í leiknum. Heldur betur. Búinn að eiga virkilega góðan leik, sérstaklega eftir fyrstu hrinuna. Fór minna fyrir honum þar. En staðan hér 22-18 fyrir Hamar. Tómek leik í uppgjöfinni. Boltinn hér upp á Matteo með fína bolta en þeir verðast þessu. Og þetta er hrikalega vel klár hjá Rafael Bervald. Sjáðu bara, hann er bara klókur þarna. Nei, fyrirgefðu, ég las
allround í hennar bolta. Káa fekk stigið. Það er 19-22. Því afsakið þetta, ég gjörsamlega mista þessu. Hver boltinn endaði. Svo í kjölfarið skoraði svo Valgeir þetta stig. Þannig að staðan er þá 23-19. Já, uppgjöfum Kristjáni klikkar. og 20 fyrir Hamar, ekki við Marcel bombar þessum bolta en Ragnar nær að verjast þessu og Valgeir skorar svo, setur hann af hávörninni og út. Þetta var risastig og þetta fagnar hann svo vel og innilega. 24-20 Hamar eru einu stíð frá það að klára þennan leik. Strákó upp á Matteo af hávörninni og út, já, þetta er ekki búið. Matteo komið 19 stig þá. Þetta er 1 í viðbót til þess að vera með 5 í öllum hinunum. Kemur Ármann, fínn bolti, Ármann með Ragnar með móttökur ætla að segja. Það var snið vörð í sókn, boltin er upp á Matteo. Nálægt netinu og þetta erfiði bolti. Matteo vill minna sér touch, svo er alls ekki, en það var hann heldur meira bara að reyna spila einhvern leik þarna. Það þýðir það að Hamar vinnur þennan leik 25-21 og leikinn þá í heild sinni 3-1. Káalið með fínan leik en Hamar einfallega bara sterkari aðilinn og voru bara stabíli og já, farað með 3 stig hér úr Káamilinu, sjáum hérna einmitt að það eru 2 leikmenn hjá Káa á hækjum, það er Pedro og Sölvi. Við munum muna það ef þeir varu heilir, þeir félagar. En það vonandi styttist í þá. En annars vil ég bara þakka kærlega fyrir mig í dag. Geggjað að blakið sem komið af stað á krafti og við munum reyna að fylgjast eins vel með og við getum hér á Káa TV. En annars eins og segi, þakka kærlega fyrir árið og við sjáum svo fersk. Bless, bless!